Ég segi þá 50. fund sveitarstjórnar Skagafjarðar settan. En fundurinn haldinn á Sauðárkróki á Sæmundargötu 7A miðvikudaginn 3. júní 2026. Þetta fyrsti fundur nýrrar sveitarstjórnar, byggðalista og sjálfstæðisflokks sem haldinn eftir nýafstaðnar sveitarstjórnarkosningar og ég sé að það eru nokkur ný andlit í salnum ásamt öðrum þekktum sem hafa verið hér áður. Og ég vil bara bjóða alla sveitarstjórnarfulltrúa sem eru hér mættir, nýjir og gamlir, velkomna til starfa í nýrri sveitarstjórn. Einnig býð ég velkomin sveitarstjóran, Sigfús Inga Sigfússon, en þetta ju jafnframt hans síðasti starfsdagur hjá sveitarfélaginu, allavega sinni, en hann hefur verið sveitarstjóri sveitarfélagsins í 8 ár og starfsmaður sveitarfélagsins í 16. Nú einnig býð ég velkomin til fundar ritarann sem Baldur Hrafn Björnsson, sviðsstjóri stjórnsýslu og fjármálasviðs. Það beiðni að taka inn 2 mál með afbrigðum á dagskrána, en það annars vegar prókúruumboð sviðsstjóra stjórnsýslu og fjármálasviðs og hins vegar prókúruumboð fjármálastjóra 2026. Einhver sem gerir athugasemdir við þetta? Það ekki og það samþykkt þá samhliða. Það eru 3 mál á dagskránni sem að ég tek til afgreiðslu en svo skiptum við yfir í þá nýkjörin forseta. Fyrsta mál sem að á dagskránni þá kjör forseta sveitarstjórnar fyrir tímabili 2026 til 2030 og það liggur hér fyrir tillaga að það verði Þótt Finnster Úlfarsson og það ekki aðrar tilnefningar, þannig að hann skorast þá rétt kjörin. Í lið 2, það kjör fyrsta varaforseta sveitarstjórnar 2026 til 2030 og það liggur hér fyrir tillaga að það veri Guðlaugur Skúlason og eru aðrar tilnefningar. Og það ekki og þá hann rétt kjörinn. Og þá það 3. málið og það kjör annars varaforseta. Það eitthvað skólast til þarna, það átti að vera Sólborg sem átti að vera varaforseti. Nú, ég bara var að fá þessu upplýsingar. Þetta einar? En þá bara tökum við lið 2 aftur sem kjör fyrsta varaforseta sveitarstjórnar og það líkur þá fyrir tillaga að það sé Sólborg Sigurrós Borgarsdóttir. Eru aðrar tilnefningar og það ekki og hún þá rétt kjörin. Og þá tilnefning til annars varaforseta sveitarstjórnar og það tillaga að það sé Einar Eðvald Einarsson og eru aðrar tilnefningar það og það ekki og skoðast hann þá rétt kjörin. Að þessu sögðu að þá þakka ég bara kærlega fyrir mig sem forseti fráfarandi sveitarstjórnar og óska nýjum forseta sveitarstjórnar skemmtunar og velfarnar í starfi. Gerðu svo vel fyrir. Já, takk fyrir það. Til að byrja með þá vil ég þakka trausti sem sýnt með að vera kosin forseti sveitarstjórnar Skagafjarðar. Og vil ég bjóða alla sveitarstjórnarfulltrúa velkomna til starfa og vænti ég þess að við getum átt ánægjulegt samstarf hérna. Einnig vil ég bjóða Sigfús Inga sveitarstjóra og Baldur sviðsstjóra stjórnsýslu og fjármálasviðs velkomna. En þá held ég áfram með dagskrá fundarins og það mál númer 4 á dagskrá. Það fundargerð byggðarráðs. Fundur 196 haldinn 27. maí 2026. 8 mál voru á dagskrá fundarins og mál 1, það úttekt á brunavörnum Skagafjarðar. Eigum ekki taka það hérna sem fyrsta leið Sólborg ætlar að víkja að fundi á meðan. Þannig að ég gef orðið laust við fyrsta lið fundargerðarinnar. Einhverjir sem vil taka til máls? Nei, það enginn sem vil taka til máls, þannig að ég ber hana
undir atkvæði. Þeir sem eru samþykkir, gefi merki. Hún samþykkt með 8 atkvæðum. Og þá tökum við aðra liði fundargerðarinnar. Það er liður 2, lóðalegu samningur vegna uppbyggingar hraðhleðslu stöðvar á Sauðárkróki og Hofsósi. Liður 3, tillaga framkvæmd milliuppgjörs. Tillaga 4, 17. júní 2026. Liður 5, stækkun verknámshús Fjölbrautaskólans Norðurlands vestra. Liður 6, samráð, drög að frumvarpi breytingar og lögum Byggðastofnun. Liður 7, samráð, sviðslistastefna 2026-2030. Liður 8, menningahús, útboð jarðvinnu. Þá gef ég orðið laust þessa fundargerð. Allt nema lið 1. Guðlaugur Skúlason hefur beðið orðið. Já, sveitastjóri og aðri sveitastjórn og fulltrúar. Við langar að koma hérna aðeins undir lið 4-5, stækkun verkefnashús Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra. Þetta er mjög gleðilegt að hafa fengið í gegn þessa viljayfirlýsingu með þeirri breytingu sem að henni fylgdi. Það er að segja að Skagafjörður hafi umsjón við framkvæmdinni sem við höfum lagst hart af til að reyna að koma þessu áfram, og langar mig að lesa hérna upp bókun sem ég gerir tillögu minni að gera bókun sveitastjórnar. Sveitastjórn Skagafjarðar fagnar undirritun viljayfirlýsingar mennta- og barnamálaráðuneytisins, Sveitarfélagsins Skagafjarðar og Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra uppbyggingu og stækkun verknámsaðstöðu skólans. Samkvæmt viljayfirlýsingunni verður verknámshúsið reist í 2 áfangum og er áætlað að framkvæmd við fyrri áfanga hefjist næsta vetur. Uppbyggingin er brýn enda hefur eftirspurn eftir iðn- og starfsnámi við FFM aukist verulega undanfarin ár og núverandi aðstaða hamlar framþróun námsins. Hluti kennslu hefur þurft að fara fram í bráðabirgðaúrræðum og ljóst er að bætt aðstaða mun skipta miklu máli fyrir nemendur, starfsfólk, atvinnulíf og samfélag á Norðurlandi vestra. Sveitarstjórn fagnar því sérstaklega að Skagafjörður muni hafa umsjón með framkvæmdum á grundvelli frumathugunar framkvæmdasýslu ríkisins. Þá liggur fyrir að ríkissjóður greiði 60% við framkvæmdina og sveitarfélögin á Norðurlandi vestra 40%. Sveitarstjórn hefur áður beint áskorun til mennta- og barnamálaráðuneytis að fylgja eftir áformum stækkun verknámshúss. Það er því mikið ánægjuefni að skýr vilji liggi nú fyrir framgang þessa mikilvæga verkefnisins. Skagafjörður leggur jafnframt áherslu á að viljayfirlýsingunni verði fylgt eftir að festu þannig að framkvæmdi geti hafist næsta vetur eins og áform gera ráð fyrir. Sveitarstjórn hvetur ráðuneyti og aðra hlutaðeigandi aðila að vinna markvisst að því að gengi verði frá samningum svo tryggja megi framgang verkefnisins án tafar. Verkefnið er mikilvægt skref í eflingu iðn- og starfsnáms á landsbyggðinni og mun styrkja menntun, atvinnulíf og samfélag á Norðurlandi vestra til framtíðar. Takk fyrir. Eru aðrir sem vilja tala undir þessum lið? Svo er ekki, en ég ætla að taka út lið númer 6 út úr þessu. Byrja á því að taka hann fyrir. Hrunda ætlar að víkja sætis. Það er 7. liður saman. Megum ekki taka þannig bara fyrst? Já, þetta tengist inn við. Nú, ok. Forseti góði setjastjórn og fulltrúar, bara smávægileg breytingatillaga með bókun Gulli að segja á grundvelli frumathugunar og hönnunar hugmynda frá stóð af því þær ganga lengra. Ég held að það sé mikilvægt að hafa inni og ekki bara senda því texta. Takk fyrir þetta, Sigfús. Eru fleiri sem vilja tala undir þessu lið? Svo er ekki. Þá skulum við taka lið númer 6. Samráð drög að frumvarpi breytingar á lögum Byggðastofnun og Hrundavíkur sætis. Er einhverjir sem vilja, ég gef orðið laust þennan lið, er einhverjir sem vilja? Nei, það er enginn sem vil það á, bara þá berum við það undir atkvæði, lið 6. Þeir sem eru samþykkið því, gefur merki. Það er samþykkt með 8 atkvæðum. Þá tökum við afganginn af fundargerðinni. Þá gef ég bara orðið laust
aðra liði fundargerðarinnar. Það er enginn sem það, þannig að þá bara legg ég það undir atkvæði fundargerðin í heilsinni. Þeir sem gefa merkið. Takk fyrir, þá er það hún samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er 5. mál á dagskrá. Það er fundur skipulagsnefndar nr. 99 haldinn 28. maí 2026. 11 mál voru á dagskrá fundarins og leggið til að málum 1, 4, 5, 8 og 9 verði vísað til sér liðar hér síðar á fundinum og þá höfum við mál nr. 2, Furulundur, 3, 5, 7 og 7 í Varmahlíð deiliskipulag, liður 3, Tjaldsvæði Borgargerði deiliskipulag, liður 6, Steinstæði lóð, nr. 4, umsóknum lóð, liður 7, Hólatún 9, lóðamál, umsóknum breikkun á innkeyrslu, liður 10, Hólavegur 14, umsóknum breikkun á innkeyrslu og liður 11, það er afgreiðslufundur byggingafulltrúa nr. 85. Og þá gef ég orðið laust þessa fundargerð. Það er enginn sem vil taka til máls, þannig að þá ber ég þetta undir atkvæði. Þeir sem eru samþykkir, þeir gefur merki. Þetta er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er 7. mál á dagskrá, en það er fundargerð 47. fundar landbúnaðar innviðanefndar frá 21. maí 2026. 6 mál voru á dagskrá fundarins. Það er mál 1, samþykkt fráveitu í Skagafirði 2026. Liður 2, umhverfisverkefni Skagafjarðar, hækkun og greiðslum. Liður 3, heiðardeild Blöndu og Svartá. Liður 4, áskýrsla Náttúrufræðistofu 2025. Liður 5, úttekt á Hrossahaga 1997 til 2025, Kolbeinsdalur og Silfrastaðaafrétt. Og liður 6, það er fundargerð Hafnasambands Íslands 2026. Þá gef ég orðið laust þessa fundargerð. Það er enginn sem vil taka til máls, þannig að þá ber ég það undir atkvæði. Hverjir eru samþykkt í fundargerðinni? Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Og þá er það 7. liður. Það er ráðning sveitarstjóra. Sveitarstjórn Skagafjarðar samþykkir að ráða Magnús Bardal Reynisson sem sveitarstjóri Skagafjarðar kjörtímabilið 2026 til 2030 og samþykkir fyrirliggjandi ráðningarsamning. Já, Maggi Vika fundi undir þessum lið. Magnús Bardal tekur til starfa þann 15. júní 2026. Sveitarstjórn býður Magnús velkomin til starfa og þakka Sigfús Inga Sigfúsinni sem lætur á störfum sem sveitarstjóri 14. júní næstkomandi fyrir hans störf og óskar Sigfúsi velfarnar í þeim verkefni sem hann tekur sér fyrir höndum. Og þá gef ég orðið laust þennan lið. Einar Einarsson, hann er óskar eftir að fá orðið. Já, forseti. Það er ráðning á nýju sveitarstjóra. Ég gerir náttúrulega athugasemdir við þennan texta sem ég last upp sem bókun, en ég reikna með því að bókunin verið breytt því að ákvörðun meirihluta að ráða umræddan sveitarstjóra og ég hefði náttúrulega í öllum tilfellum kosið að sveitarfélagið eða meirihlutin hefði ákveðið að auglýsa eftir sveitarstjóra. Eins og til dæmis byggðarlistin lofaði nú mjög stíft hér fyrir kosningar að gera, kæmist hann til valda. En það var greinilega ekki niðurstaðan þegar það var farið að sitjast yfir málið. En ég ætla að leggja fram eftirfarandi bókun sem hljómar svo. Fulltrúar Framsóknarflokks og Miðflokks óska bókað að nýr meirihluti sveitarstjórnar Skagafjarðar hefur alfarið staðið einna ráðning á nýjum sveitarstjóra og hefur það verið gert án auglýsingar eða nokkurrar aðkomu þeirra flokka sem nú skipa minnihluta sveitarstjórnar. Æskilt hefði verið að auglýsa eftir nýjum sveitarstjóra eins og til dæmis byggðarlistin var ítrekað búin að lýsa yfir fyrir kosningar, það er gert kæmist hann til valda. Við óskum Magnúsi Bardal Reynissyni velfarnaðar í starfi og vonumst til góð samstarfs. Við minnum á að hlutverk sveitarstjóra er að vera sveitarstjóri Skagfirðinga allra. Og undir þetta ritar Einar Einarsson, Hrund Pétursdóttir og Högni Elvar Gylfason og við sitjum hjá við atkvæðagreiðsluna.
Er það óskað eftir fundarliði? Jú, bara. Þá höldum við það sem frá var horfið, máli 7, ráðning sveitarstjóra. Ég var búinn að lesa það upp og þannig að ég bara gef orðið laust þennan lið. Aftur. Það er enginn sem kveður sér ljós, þannig að ég ætla bara að bera það undir atkvæði. Þetta er samþykkt með 5 atkvæðum. Leðu ekki bjóða Magnúsi inn? Þá er það 8. liður dagskrár, það er siðareglur kjörinna fulltrúa 2026 til 2030. Siðareglur kjörinna fulltrúa sem samþykktar voru á Sveitarstjórn Skagafjarðar þann 10. maí 2023 lagða fram óbreyttar til samþykktar nýrra Sveitarstjórnar Skagafjarðar. Þá gef ég orðið laust siðareglur kjörinna fulltrúa. Það er enginn sem kveður sér hljóð, þannig að ég ber það upp til atkvæða. Það er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er það 9. liður. Það er kjör fulltrúa í byggðarráð 2026. Og ég geri að tillögu minni að aðalmenn í byggðarráð verði Eyþór Fannar Sveinsson, Sólborg S. Borgarsdóttir, Eyþór Einar Eðvald Einarsson og Högni Elvar Gylfason. Varamenn verði Jóhanna E. Harðardóttir, Guðlaugur Skúlason, Hrund Pétursdóttir og Jódís Helga Káradóttir. Eru aðrar tillögur? Það er ekki og þá eru þau bara rétt kjörin. Já, það er rétt. Og þá er það 10. liður, það er kosning formann og varaformann byggðarráðs til 1 árs. Og ég gera tillögu minni að Eyþór Fannar Sveinsson verði formaður og Sólborg Sigurrós Borgarsdóttir verði varaformaður í byggðarráði. Eru aðrar tilnefningar? Það er ekki aðrar tilnefningar, þannig að þá eru þau rétt kjörin. Og þá er það 11. liður. Það er tilnefning áheyrnarfulltrúa í byggðarráðs til 1 árs í senn. Og það er áheyrnarfulltrúi verði Högni Elvar Gylfason og varamaður áheyrnarfulltrúa Jódís Helga Káradóttir. Eru aðrar tilnefningar? Það er ekki, þá eru þau rétt kjörin í það. Þá er 12. liður á dagskrá, það er kjör fulltrúa í atvinnu, menningar og kynningarnefnd 2026 til 2030. Og þá ger ég tillögu minni að það verði Davíð Logi Jónsson, Guðbjörg Konráðsdóttir, Silvía Sif Halldórsdóttir, verði nefndarmenn og áheyrnarfulltrúi verði Hreiðar Örn Steinþórsson. Og varamenn verði Elínborg Erla Ásgeirsdóttir, Anton Þorri Axelsson og Hrefna Jóhannesdóttir og varamaður áheyrnarfulltrúa Jódís Helga Káradóttir. Eru aðrar tilnefningar? Svo er ekki, þá eru þau rétt kjörin. Þá er 13. liður á dagskrá, kjör fulltrúi félags- og dómstundanefnd. Ég gera tillögu minni að það verði Jakob Logi Gunnarsson, Bryndís Rut Haraldsdóttir og Halldór Jón Sigursson. Ég ætlaði að lesa þetta upp aftur. Jakob Logi Gunnarsson, Guðrún Sonja Birgisdóttir og Halldór Jón Sigursson. Og varamenn verði Sandra Jónsdóttir, Bryndís Rut Haraldsdóttir og Sigurður Bjarni Rapsson. Og áheyrnarfulltrúar verði Sædís Bylgja Jónsdóttir og varamaður fyrir hana verði Helga Rósa Pálsdóttir. Eru aðrar tilnefningar? Svo er ekki, þá eru þau rétt kjörin í það.
Þá er kjör í fræðslunefnd. Ég geri að tillögu minni að Jóhanna Harðardóttir, Rósanna Valdimarsdóttir og Elva Björk Víðisdóttir og varamenn verði Harpa Katrín Halldórsdóttir, Sigrún Eva Helgadóttir, Karen Edda Kristjánsdóttir. Og áheyrnarfulltrúar verði Sigurlína Erla Magnúsdóttir og varamaður hennar verði Hrund Pétursdóttir. Eru aðrar tilnefningar? Svo er ekki, þá eru þau rétt kjörin. Þá er 15. liður á dagskrá. Það er kjör fulltrúa í landbúnaðar- og innviðanefnd 2026. Ég geri að tillögu minni að það verði Guðlaugur Skúlason, Elínborg Erla Ásgeirsdóttir, Atli Már Traustason. Og varamenn verði Jakob Logi Gunnarsson, Davíð Logi Jónsson, Einar Eðvald Einarsson. Og áheyrnarfulltrúar verði Högni Elvar Gylfason og varamaður verði Kristján Ingi Sigurðsson fyrir áheyrnarfulltrúa. Eru aðrar tillögur? Svo er ekki, þannig að þá eru þau rétt kjörin. Þá er það 16. liður á dagskrá. Það er kjör fulltrúi í skipulagsnefnd. Ég geri að tillögu minni að það verði Ingvar Daði Jóhannsson, Jón Daniel Jónsson og Jódís Helga Káradóttir. Og varamenninni verði Eyþór Fannar Sveinsson, Gunnar Smári Reinaldsson og Högni Elvar Gylfason. Og áheyrnarfulltrúi verði Helga Þórsdóttir og varamaður áheyrnarfulltrúa verði Sigurður Bjarni Rapsson. Eru aðrar tillögur? Það er ekki, þannig að þá eru þau rétt kjörin í það. Þá er það kjör í almannavarnanefnd. Og ég geri að tillögu minni að það veri Einar Eðvald Einarsson, Sólborg Sigurrós Borgarsdóttir og varamenn verði Hrund Pétursdóttir og Guðlaugur Skúlason. Eru aðrar tillögur? Svo er ekki, þá eru þau rétt kjörin. Þá er kjör fulltrúa á SSN Vafþing til 4 ára. Og ég geri að tillögu minni að það verði Magnús Bardal Reynisson, Sólborg Sigurrós Borgarsdóttir, Rósanna Valdimarsdóttir, Jón Daniel Jónsson, Eyþór Fannar Sveinsson, Jóhanna Harðardóttir, Sveinn Finnsteinn Úlfarsson, Elínborg Erla Ásgeirsdóttir, Einar Eðvald Einarsson, Silvía Sif Halldórsdóttir, Högni Elvar Gylfason, Jódís Helga Káradóttir. Og varamenn, jafnmargir, verði Guðbjörg Konráðsdóttir, Jóhann Daði Gíslason, Anton Þorri Axelsson, Grasína Mari Garlag, Ingvar Daði Jóhannsson, Bryndís Ruth Haraldsdóttir, Davíð Logi Jónsson, Guðrún Sonja Birgisdóttir, Helga Þórsdóttir, Sigurlína Erla Magnúsdóttir, Elva Björk Víðisdóttir, Sædís Bylgja Jónsdóttir. Eru aðrar tilnefningar? Svo er ekki, þannig að þau eru þá rétt kjörin í það. Þá er 19. liður á dagskrá. Það er kjör fulltrúa í heilbrigðiseftirlit Norðurlands vestra 2026. Ég geri að tillögu minni að það verði Elva Björk Víðisdóttir og Guðrún Sonja Birgisdóttir aðalmenn og Sædís Bylgja Jónsdóttir og Merete Rabölle verði varamenn. Eru aðrar tillögur? Svo er ekki, þannig að þá eru þau rétt kjörin. Og þá er það kjör í yfirkjörstjórn. Liður númer 20. Ég geri tillögu að því að það verði Hjalti Árnason sem formaður, Gunnar Þór Sveinsson verði og Ásgrímur Sigurbjörns verði aðalmenn
og varamenn verði Aldís Hilmarsdóttir, Sunna Atladóttir og Magnús Helgason. Eru aðrar tilnefningar? Svo ekki, þá eru þau rétt kjörin. Þá er mál númer 21. Það kjör í kjördeild 1 á Sauðárkróki og það tillaga aðalmenn Atla Víði Hjartarson sem formann, Ásta Ólöf Jónsdóttir sem aðalmann og Kristjana Jónsdóttir sem aðalmann. Og varamenn verði Brynja Ólafsdóttir, Steinn Leó Rögnvaldsson, Guðný Guðmundsdóttir. Eru aðrar tillögur? Svo ekki, þá eru þau rétt kjörin. Kjör í kjördeild 2 í Varmahlíð. Hrund ætlar að víkja af fundi. Það kjör í Elínborg ætlar líka að víkja. Það kjör í kjördeild 2 í Varmahlíð 2026. Tillaga aðalmenn eru Valgerður Inga Kjartansdóttir, formaður, Vagn Þormar Stefánsson og Valdimar Óskar Sigmarsson sem aðalmenn. Og varamenn verði Sigríður Sigurðardóttir, Bjarni Bragason og Erna Reynisdóttir. Eru aðrar tillögur? Svo ekki, þá eru þau rétt kjörin. Þá það liður 23, kjör í kjördeild 3 á Hofsósi 2026, tillaga aðalmenn, Ingibjörg Klara Helgadóttir sem formann, Sigmundur Jóhannesson og Alda Laufey Haraldsdóttir sem aðalmenn og varamenn verði Vala Kristín Ófeigsdóttir, Eiríkur Arnarsson og Sjöfn Guðmundsdóttir. Eru aðrar tilnefningar? Svo ekki, þá eru þau rétt kjörin. Þá það kjör fulltrúi í byggingarnefnd Sundlaugarinnar á Sauðárkróki og ég geri að tillögu minni að það verði Sólborg Sigurrós Borgarsdóttir, Eyþór Fannar Sveinsson, Einar Eðvald Einarsson og Högni Elvar Gylfason sem aðalmenn og varamenn verði Guðlaugur Skúlason, Jóhanna Harðardóttir, Hrund Pétursdóttir, Jódís Helga Káradóttir. Eru aðrar tillögur? Svo ekki, þá eru þau rétt kjörin. Þá það liður númer 25, kjör fulltrúa í byggingarnefnd skóla og íþróttamannvirkja á Hofsósi. Ég geri að tillögu minni að það verði Eyþór Fannar Sveinsson, Sólborg Sigurrós Borgarsdóttir, Einar Eðvald Einarsson og Högni Elvar Gylfason sem aðalmenn og varamenn verði Jóhanna Harðardóttir, Guðlaugur Skúlason, Hrund Pétursdóttir og Jódís Helga Káradóttir. Eru aðrar tillögur? Svo ekki, þá eru þau rétt kjörin. Þá það kjör fulltrúa í byggingarnefnd Menningarhússins á Sauðárkróki. Ég geri að tillögu minni að það verði Guðlaugur Skúlason, Eyþór Fannar Sveinsson, Einar Eðvald Einarsson og Högni Elvar Gylfason sem aðalmenn og varamenn verði Sólborg Sigurrós Borgarsdóttir, Jóhanna Harðardóttir, Hrund Pétursdóttir og Jódís Helga Káradóttir. Eru aðrar tillögur? Svo ekki. Þá eru þau rétt kjörin. Þá það mál nr. 28 á dagskrá. Það prókúruumboð fjármálastjóra. 27, já. Það prókúruumboð sviðsstjóra stjórnsýslu og fjármálasviðs fyrst. Með vísan til 4. málsgreinar 50. og 50. grein sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 heimila sveitarstjóra að veita eftirtöldum starfsmanni sveitarfélags Skagafjarðar prókúruumboð Baldri Hrafni Björnssyni, Skagfirðingabraut 35 550 í Sauðárkróki. Sveitarstjórn samþykkir að framangreindum starfsmanni verði veitt prókúruumboð í samræmi við téð lagaákvæði
Umboðið nær til að undirrita skjöl varðandi kaup og sölu fastegna sveitarfélagsins, lántökur og ábyrgðir svo og önnur skjöl sem fela í sér skuldbindingar eða ráðstafanir sem samþykki byggðarráðs og eða sveitarstjórnar þarf til. Umboðið gildir meðan viðkomandi gegnir tilteknu starfi fyrir sveitarfélagi, þó ekki lengur en til loka núverandi kjörtímabils sveitarstjórnar. Jafnframt eru eldri umboð úr gildi fallin. Þá gef ég orðið laust við þennan lið. Það er enginn sem kveður sér hljóðs, en þá ber ég þetta upp til atkvæða. Þeir sem eru samþykkir, gefið merki. Þetta er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er það liður 28, prókúruumboð fjármálastjóra 2026. Með vísan til 4. greinar 50. og 50. greinar sveitarstjórnarlaga númer 138/2011 heimila sveitarstjóra að veita eftirtöldum starfsmanni sveitarfélagsins Skagafjarðar prókúruumboð Friðriki Margeir Friðriksinni, Dalatúni 15 550 Sauðárkróki. Sveitarstjórn samþykkir að framangreindum starfsmanni verði veitt prókúruumboð í samræmi við téð lagaákvæði. Umboðið nær til að undirrita skjöl varðandi kaup og sölu fastegna sveitarfélagsins, lántökur og ábyrgðir svo önnur skjöl sem fela í sér skuldbindingar eða ráðstafanir sem samþykki byggðarráðs og eða sveitarstjórnar þarf til. Umboðið gildir meðan viðkomandi gegnir starfi fjármálastjóra fyrir sveitarfélagið, þó ekki lengur en til loka núverandi kjörtímabils sveitarstjórnar. Jafnframt eru eldri umboð úr gildi fallin. Þá gefum við orðið laust þennan lið. Það er enginn sem kveður sér hljóðs, þannig að ég ber þetta upp til atkvæða. Þeir sem eru samþykkir, gefið merki. Þetta er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í almenn mál og umsagnir og vísanir. Og það er hérna liður númer 29. Laufblaðið Sauðárkróki. Íbúa byggð og opin svæði, deiliskipulag. Vísa frá 99. fundi skipulagsnefndar frá 28. maí síðastliðnum til afgreiðslu sveitarstjórnar. Þannig bókað. Lögð fram deiliskipulagstillaga á vinnslusigi fyrir laufblaðið íbúabyggð á Sauðárkróki dagsett 21. maí 2026. Uppdrætti númer DS01 og DS02 unnið á stoð á verkfræðistofu. Afgreiðsla skipulagsnefndar var eftirfarandi. Skipulagsnefnd samþykkir samhljóða leggja til við sveitarstjórn að auglýsa deiliskipulagsvinnslu tillögu fyrir laufblaðið Sauðárkróki, íbúabyggð og opið svæði. Í samræmi við 40. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Jafnframt samþykkir skipulagsnefnd samhljóða að leggja til við sveitarstjórn að veita umboði framkvæmdaleyfi fyrir prufuhólur á deiliskipulagssvæðinu. Og þá gef ég orðið laust þessa fundargerð, eða þessa afgreiðslu. Það er enginn sem kveður sér hljóðs, en þá ber ég tillöguna upp til atkvæða og þeir sem eru samþykkir, gefið merki. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er það liður númer 30. Miðsvæði milli Skólagötu og Tunggötu Hofsósi. Óveruleg breyting á deiliskipulagi. Vísa frá 99. fundi skipulagsnefndar frá 28. maí síðastliðnum til afgreiðslu sveitarstjórnar. Þannig bókað. Guðrún Ólafía Brynleifsdóttir fyrir hönd Rarik sækir óverulega breyting á deiliskipulaginu. Miðsvæði milli Skógargötu og Tunggötu á Hofsósi fyrir lóð þeirra, Tunggötu 1A, sem ætlaði fyrir spennistöð. Í ljós hefur komið að breyta þar lögum lóðarinnar og minnka hún þar með úr 28 fermetrum í 20 fermetra byggingareitur helst óbreyttur. Breytingin hefur óverulega áhrif og hagsmuni annar aðila en sveitarfélagsins og umsækjenda. Skipulagsnefnd samþykki samhljóða að leggja til við sveitarstjórn að samþykki óverulega breyting á gildandi deiliskipulagi fyrir miðsvæði milli Skólagötu og Tunggötu og Hofsósi. Samkvæmt annarri málsgrein 43. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Ekki er talið þörf á grenndarkynningu þar sem breytingin hefur óverulega áhrif á hagsmuni aðila en sveitarfélags umsækjenda. Einnig að í framhaldi verði gerð uppfærð merkjalýsing og lóðablöð á kostnað umsækjenda. Ég gef orðið laust þessa afgreiðslu skipulagsnefndar.
Það er enginn sem vil segja neitt það, þannig að þá bara ber ég þessa tillögu upp til atkvæða. Þeir sem eru samþykkir, gefum merki. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er það liður 31, umsóknum stofnun þjóðlendu, austurhluta Hofsárréttar. Vísa frá 99. fundi skipulagsnefndar frá 28. maí síðastliðinn til afgreiðslu sveitarstjórnar þannig bókað. Lögð fram umsókn Regínu Sigurðardóttir fyrir hönd forsætisráðuneytisins dagsett 17.3.2026 stofnun þjóðlendu, austurhluta Hofsárréttar í Skagafirði. Umsóknum stofnun fasteignar, þjóðlendu samanber 14. grein, laga skráningu, merki og mat fasteigna, nr. 6/2001 með síðari breytingum. Landsvæði sem hér óskað stofnað þjóðlenda samkvæmt úrskurði óbyggðanefndar í máli nr. 4/2008 og dómum héraðsdóms Norðurlands vestra í málum 23/2010, nr. 35/2011 og H. 199/2011. Hana fer eftir ákvörðun laga þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda þjóðlenda og afréttar nr. 58/1998 með síðari breytingum. Afgreiðsla skipulagsnefndar var eftirfarandi. Skipulagsnefnd samþykki samhljóða að leggja til við sveitarstjórn að samþykkja umbeðna stofnun þjóðlendu, austurhluta Hofsárréttar í Skagafirði. Þá gef ég orðið lausn þessa fundargerð þennan lið og það er enginn sem kveður sér hljóðs, þannig að þá ber ég þennan lið undir atkvæði og það er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er það mál 32 á dagskrá fundarins og það er Bjarnastaðir í Blönduhlíð, umsóknum stofnun byggingarrétta. Vísa frá 99. fundi skipulagsnefndar frá 28. maí síðastliðnum til afgreiðslu sveitarstjórnar, þannig bókað. Máli áður á dagskrá 93. fundi skipulagsnefndar þann 12.3.2026 og þá bókað Guttormur Hrafn Stefánsson, þinglýstur eigandi jarðarinnar Bjarnastaðir, landnúmer 146271, óskar eftir heimild til að stofna 2 byggingarrétt annars vegar 4.872 fermetra byggingarrétt undir fjárhús og hins vegar 5.158 fermetra byggingarrétt fyrir íbúðarhús á landi jarðarinnar. Afgreiðsla skipulagsnefndar var eftirfarandi. Skipulagsnefnd samþykki samhljóða að leggja til sveitarstjórn að samþykja stofnun 2 byggingarrétta í landi Bjarnastaða. Þá gef ég orðið lausn þessa fundar þennan lið og það er enginn sem kveður sér hljóðs, þannig að þá ber ég þetta undir atkvæði. Þeir sem eru samþykkir, gefur merki, þetta er samþykkt með 9 atkvæðum. En aðeins að má ég beða smá fundarinn. Ég er að velta fyrir mig þarna. Þá höldum við áfram með lið númer 32, Bjarnastaði í Blönduhlíð. Þannig ég gef orðið laust aftur með þennan lið. Það er enginn sem kveður sér hljóðs, þannig að þá bara ber ég það undir atkvæði, hverjir samþykkja það. Það er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er síðasta mál á dagskrá fundarins, það er mál númer 33, það er Garður, umsóknum stofnun landsbyldu og byggingarrétt. Vísa frá 99. fundi skipulagsnefndar frá 28. maí síðastliðinn til afgreiðslu sveitarstjórnar, þannig bókað. Sigfríður Sigurjónsdóttir og Jón Sigurjónsson fyrir hönd félagsbúðis Garði EHF, þinglýst eiganda jarðarinnar Garður, óskar eftir heimild til að stofna 484 fermetra spildu úr landi jarðarinnar sem Ásgarður, ásamt stofnun 400 fermetra byggingarrétts innan lóðarinnar. Afgreiðsla skipulagsnefndar var eftirfarandi. Skipulagsnefnd samþykki samhljóða umbeðið nafnleyfi og jafnframt samhljóða að leggja til við sveitarstjórn að samþykkja landskiptin og stofnun byggingarréttar að fenginni jákvæðri umsókn minjavarðar. Þá gef ég orðið laust þennan lið. Það er enginn sem kveður til hljóðs, þannig að þá bara hverjir eru samþykkir þessum lið, eða undir atkvæði. Það er samþykkt með 9 atkvæðum og þá er dagskrá fundarins tæmt, þannig að þá segi ég bara fundi slitið. Takk.